svo gamaldags ennþá, ég bara með þetta handskrifa ennþá. En takk fyrir söngininga og bænina, allir komnir í hörku stuða á síðasta laginu. En það svona þrennt sem liggur svolítið á mér í kvöld og það fyrsta hvað áminning, hvað að dæma og síðan kærleikurinn. Farið svolítið yfir einkennans. Mér langar að opna bara með því að fara í Opinberunarbókina í 2. kafla frá versi 1 og til og með 7. Ég ætla bara að gefa ykkur svolítið mynd af því hvernig Jesús áminnir söfnuðina 7. Það að segja að það ákveðin rauður þráður ef maður les hvernig hann tala til þeirra, að þá þrennt sem að stendur upp úr. Ég ætla að útskýra það nánar þegar ég búinn að lesa þetta. Ég ætla að lesa þegar hann talar til Efesus. Engli safnarins í Efesus skalt þú rita. Þetta segir sá sem heldur á stjörnunum 7 í hægri hendi sér, sá sem gengur milli gullstikana 7. Ég þekki verki þín og við á þolgæði þitt og veit að eigi getur þú sætti við vonda menn. Þú hefur reynt þá sem segja sjálfa sig vera apóstolar en eru það ekki, og þú hefur komist að því að þeir eru legarar. Þú ert þolgóður og byrðar hefur þú borið fyrir saki nafns míns og ekki þreist. En það hef ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrir kærleika. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör iðrun og breyttu eins og fyrrum. Að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastiku þín úr stað ef þú gjörir ekki iðrun. En það mátt þú eiga að þú hatar verk Nikólaítanna sem ég sjálfur hata. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Þeim sigrar, honum mun ég gefa eta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Þessi 3 meginpunktar í því hvað áminning þegar Jesús talar til safnarna 7 það fyrsta sem hann gerir, að hann hrósar þeim. Hann hrósar þeim fyrir það sem gera vel og síðan leiðréttir hann. Hann notar orðalagi það sem ég hef á móti þér og síðan þriðji þátturinn að hann kemur með hvatningu. Þannig að þegar að þessi aðferð notuð til áminningar þá miklu líklegra að við tökum við því sem verið að segja við okkur. Áminning ekki gagnrýni. Gagnrýni samt þarf ekki að vera eitthvað rosalega slæm og við þurfum ekki að taka því persónulega inn á okkur sem verið að segja við okkur. Heldur getum við tekið gagnrýna og skoða hana hvort hún eigi rétt á sér. Ef hún bara alveg út í hött og þá bara so be it, láta þetta bara eiga sig. Og líka svona hlutverk áminningar ekki til þess að láta okkur finnast við ekki vera nógu góð eða fara í fordæmingu eða skömm. Áminning vegna þess að við erum elskuð og við erum dýrmæt og Guð vill okkur vel. Og þegar þið heyri í milli löggjöralaga svona hvatningu og hvetja ykkur áfram og þá það ykkur til góðs. Þá þurfum við ekki að taka það eitthvað inn á okkur. Mér langar að tala annan partinn líka, að það að dæma. Þetta svona stutt, svona fyrstu 2 og svo ætla ég að fara nánar út í kærleikann sem skiptir mestu öllu máli í fagnaðarerindinu. Í Rómarbréfinu í 2. kafla og versi 1 stendur: Fyrir því hefur þú maður sem dæmir, hver sem þú ert, enga afsökun. Leið og þú dæmir annan, dæmir þú sjálfan þig, því að þú sem dæmir fremur hið sama. Það rosa margir sem að nota þessi orð til þess að réttlæta gjörðir sínar. Við heyrum lög eins og Only God can judge me og svona. Fólk fer líka að nota þegar átt að grýta konuna fyrir að drífa hór. Að kasti fyrstur steinum svo seindla sér. Það eins og það megi ekki segja neitt við því að þetta sé rangt. Þá reynda að réttlæta það með þessu orði. Að fólk notar rauninni kærleikann til þess að gera ýmislegt sem hefur ekkert með hann að gera. Síðan segir Jesús dæmið réttlátan dóm.
Þannig að dæmið ekki og dæmið réttlætadóm, í fyrstu lítur þetta út eins og þetta sé andstæða en það það ekki. Til þess að útskýra nánar að þá ef að lítið barn fer og stelur og ég segi við barnið þú ert þjófur, þá ég að dæma barnið, það rangt. En ef ég segi við barnið það rangt að stela, þá ég að dæma verknaðurinn sé rangur, ekki barnið sjálft, það rétt, það réttlætadómur. Þannig að rauninni við megum dæma verkin en ekki fólki sjálft. Þannig að þetta var bara svona örstutt þetta. Síðan langar mig að fara svolítið í einkenni kærleikans og tala svolítið karakterinn hans og það í 13. kaflanum í Korinthubréfinu að það kafli sem heitir Kærleikurinn mestur. Ég ætla bara að lesa hann allan og útskýra svo fyrir ykkur eiginleikana. Þótt ég talaði tungu manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spátanskáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll og stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hann reykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega og leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækinn, hann gleðst ekki yfir óréttvísin en samgleðst sannleikunum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umbir allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spátanskáfu þær munu líða undir lok og tungu þær munu þagna og þekking mun líða undir lok, því að þekking vor í mólum og spádómur vor í mólum. En þegar hið fullkomna kemur, þá líður það undir lok sem í mólum. Þegar ég var barn, talaði eins og barn, hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðinn fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglits, nú þekking mín í mólum. En þá mun ég gjörþekkja eins og ég sjálfur gjörþekktur orðinn. En nú trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Það fyrsta að kærleikur hann langlyndur. Hvað langlyndur? Það rauninni að hann þolinmóður og hann heldur út í erfiðleikum. Það að segja að hann gefst ekki upp þó að það blási svolítið á móti. Þannig að það að vera langlyndur. Kærleikurinn hann ekki heldur uppstökkur. Það að segja að hann lætur Guði eftir að fást við óréttlæti. Ef ykkur brýtur gegn okkur, að þá veljum við að fyrirgefa og felum einstaklinginn í Guðs hendur. Það að vera ekki uppstökkur. Kærleikurinn hann velviljaður, það að segja að hann tillitsamur, hann reynir að hjálpa, hann uppbyggjandi, hann blessar þegar aðrir bölva og sýnir blíðu. Hann öfundar ekki, það að segja að hann þakklátur, hann hleypur öðrum fram fyrir sig, og gleðst þegar öðrum gengur vel. Það nefnilega oft þannig þegar einhverjum að ganga vel að verðum öfundsjúk eða afbrýðisum og segja akkur gengur þetta svona í honum og akkur ekki hjá mér. En þarna trúi ég að Guð vilja að við breytum því svolítið hvernig við hugsum. Staðins að vera öfundsjúk eða afbrýðisum, að fara bara til fólks og segja ég samgleðst þér fyrir að þetta gengur vel. Haltu bara áfram að gera þetta. Þetta allt svona líka æfing í því að vera í kærleikunum. Þetta ekkert eitthvað bara sem meðfætt. Við þurfum að læra að ganga fram í þessu. Hann ekki raupsamur. Það að segja hann ekki að monta sig og hann ekki önnum kafinn að koma sjálfum sér á framfæri og þarf ekki að vera miðpunktur alls. Og það svona kannski pínu alkoholísk hugsun þegar að
Við förum inn á fundi eða samkomu og höldum alltaf að allir séu að horfa á okkur og dæma okkur og eitthvað svona rugl. En staðreyndin er svo að í Guðsríkinu að þá eru bara allir jafn mikilvægir. Enginn er miðpunktur neins. Við erum bara öll jafn mikilvæg og skiptum öll jafn miklu máli. Þannig að rauninni þarf maður ekki að sækjast eftir athygli. Rauninni við erum hér til þess að lofa Guð. Kærleikurinn, hann hreykir sér ekki upp. Hann er auðmjúkur, hann er ekki egóisti og hann þarf ekki að láta á sér bera. Orðið auðmýkt kemur frá því að temja hross. Því er að vera styrkur undir stjórn. Og þegar það snýr að trúnni að þá hefur það með að taka leiðsögn frá Guði. Það er að segja að láta leiðast af andanum. Það er auðmýkt. Að leyfa Guði að leiða sig áfram. Auðmýkt er ekkit eitthvað niðurlægjandi orðið eða leggjast á hnén og skrúpa á gólfið eða klósettið eða eitthvað. Þetta bara hefur það með að gera að leyfa Guði að leiða sig og taka leiðsögn. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, hann er kurteis og vingjarnlegur. Stundum þurfum við að gæta að því hvernig við tölum við fólk, að við séum ekki ruddalegi í framkomu okkar eða ókurteis. En stundum missum við út úr okkur orð sem við ættum ekki að segja, en það er þá bara að breyta rétt og snúa sig frá því. Hann leitar ekki eigins, hann getur lagt eigin áhugamál til hliðar. Ég fekk að upplifa þetta í 12-sporakerfinu, er þetta kallað 12. spor, að verða öðrum að gagni. Og það stendur mjög skýrt í A-bókinni líka að stundum þarf maður að vera tilbúin að leggja áform sín til hliðar til þess að hjálpa öðrum. Og þarna er þetta akkurat sumarið 2003 eða 2004, ég man ekki nákvæmlega hvort það var, tíminn líður svo hratt, að ég er upp í Mjódd og ég er á leiðinni í bíó. Þá voru mín áform þetta kvöld. En síðan kemur einstaklingur sem segir, viltu hjálpa mér við edrú? Alveg, ég hafði séð að einstakling fylgja Guði en þarna var hann í tómu tjóni. Ef að hausinn á mér hefði fengið að ráða, þá hefði bara sagt, farðu þarna fíflið þitt, ég hef engan áhuga að hjálpa þér. Af því að í sjálfu mér er ég eigingjarn. En ég vissi það að innst inni að það var eitthvað annars sem að knúði mig áfram og fekk mig til að leggja áformin til hliðar. Það var kærleikur Guðs. Það var svona eins og öskrandi ljón bara hleypti mér út, ég vil fá að komast inn í líf hans. Þannig að ég lét áformin til hliðar, ég fór með hann einstakling og ég bað með hann og fór hann á hnén og hann tók á móti Guði í lífsitt og fyrirgefningu og þá kviknaði á perinu að ég þarf að gefa áfram það sem mér hefur verið gefið til að halda áfram að þroskast. Og þannig að það sem ég lærði þarna, ég var ekki bara að leggja áformin til hliðar, heldur líka að læra og meðtaka að skilja hvað það gengur út á. Að alveg bara eins og með fagnaðarerindið að það sendur farið út allan heim. Ef við eignumst góðan vin eins og Jesú, akkur eigum við þá að þegja yfir því? Akkur eigum við ekki bara að segja öðrum frá því líka? Þannig að maður þarf stundum bara að vera óhræddur og stíga til hliðar. Síðan kemur hann reiðist ekki, hefur þægilegt skapferli. Svona ykkur að segja akkurat þegar ég ætlaði að skrifa þessu línu, þá var ég reiður. Og ég gat ekki haldið áfram, af því mér fannst það ekki rétt. Það voru 2 einstaklingar sem var reiður úti að þau voru búin að gera á minn hluta og ég, þetta angraði mig og ég hugsaði, ok, ég get ekki haldið áfram og predikað og sagt fólki að ekki og reynt ef það sjálfur. Þannig ég fór bara og gerði uppið það og fór hann hérna og bað með þeim. Þannig að það var bara afgreitt. En síðan talar ritningin að Jesú, hann var reiður. Það tala réttláta reiði. Þegar hann gengur inn í musturið þá hrindur hann borði vígslarana og segir hræsnara, þið hafi gjört
hús föður mín sem voru bænahús en þegar við gert það að ræningjabæli, það var réttlát reiði. Í rauninni það er allt í lagi að finna fyrir reiði ef eitthvað gert á okkur hlut. Maður á ekki að afneita tilfinningunum, maður á að leyfa því að koma. Það sem er átt við að láta ekki sólina setjast yfir reiðina, ekki láta reiðina stjórna þér þannig að þú gerir eitthvað sem myndir ekki gera og verður ekki reiður. Þannig að rauninni það er ekki verið að segja að þú mátt ekki bregðast við reiði heldur, ekki láta reiðina, láta þig framkvæma eitthvað sem þú sér svo eftir. Þannig að þetta hefur svolítið líka bara með sjálfstjórn að gera. Kærleikurinn hann gleðst ekki yfir óréttvísi en samgleðst sannleikanum. Það er að segja hann gleðst ekki yfir því sem er rangt og tekur afstöðu með sannleikanum. Það sem Guð segir að það er rétt. Skiptir mig engu máli hvað tíðarandinn í dag segir eða hvað mér finnst. Það sem að Guð segir og orð hann segir, það er rétt og ég tek afstöðu með því. Alveg sama hvað fólk kalla mig fordómafullan og trúarfíbl og annað, mér er alveg sama. Ég tek afstöðu með Guði af því að Jesús sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, þannig ég tek afstöðu með honum. Síðan eru svona nokkur atriði sem ég langar að nefna hvað er það sem að örvar kærleikann. Það fyrsta er samskipti. Við erum sköpuð til þess að eiga samskipti við hvort annað og við Guð. Í 1. Korinthubréfi 1. kafla versi 9 stendur trúr er Guð sem ykkur hefur kallað til samfélagssonar síns Jesú Krist. Það segja við erum sköpuð, Guð skapa okkur í þeim tilgangi að eiga samfélag við okkur, við erum sköpuð til að vera félagsverur og við höfum þessi þörf til þess að hafa samskipti og það er það sem að örvar kærleikann. Að gefa sig allan fram og það talar það að hvað sem þú gerir, gerðu það eins, hvað sem þú gerir það heilum hug eins og Drottinn ætti hlut en ekki menn. Mér finnst allt og algengt að þegar fólk er að gera eitthvað, sérstaklega í kirkjum og svona, að það gerir bara eitthvað. Ég er svolítið sérvitur þarna að þegar ég ger eitthvað fyrir Guð þá vil ég sýna metnað, ég vil vanda mig, ég vil gera það vel. Og ég trúi því að Guð vill ekki að ég gera það bara í þjónustu heldur í öllu sem ég geri. Að ég leggi mig fram að gera það sem rétt er og til þess að gefa af mér. Það sem örvar kærleikann líka er samúð, að finna til samkenndar með öðrum og alveg eins og það koma erfiðir tímar hjá fólki og við mist vini sín og annað og ég get ekkert alltaf vita hvað ég á að segja og ég hef ekkert alltaf haft svörin á reiðum höndum. Eina sem að ég get gert stundum er bara að ég skal hlusta og vera til staðar fyrir því. Ég er ekki víst að ég skilji hvað það gangi í gegnum. Og það er líka samúð. Þetta snýst ekki að vita öll svörin eitthvað heldur líka bara að vera tilbúin að rétta þeim hjálparhönd sem þarf á því að halda. Það sem örvar samskipti líka er fyrirgefning. Það er að örvar fyrirgefi kærleikann. Af hverju örvar fyrirgefningin kærleikann? Vegna þess að ef ég fyrirgef ekki, hvað er það sem gerist þá? Ef að Björgvin myndi segja við mig að ég var í astni og ég myndi bara neita að fyrirgefa honum, þá ég reiður og gramur út í hann og svo fari ég að finna fyrir beiski og svo allt inni myndi ég hata hann. Það var ekki kærleikur. Þess vegna myndi ég bara fara til hans og fyrirgefa honum svo að ég sjálfur var í frjáls. Við höldum ofta að við séum að refsa öðrum að því við viljum ekki fyrirgefa þeim. Við erum ekki að refsa neinum nema sjálfum okkur. Þú ert í þínu eigin fangelsi ef þú vilt ekki fyrirgefa. Það eru bara 2 hlutir sem við skyldum til að gera undir náð Guðs. Það er að fyrirgefa og það er að elska. Síðan er heiðarleiki skiptir líka máli þegar kemur að því að örva kærleikann í samskiptum okkar við fólk.
Þú fyrst og fremst þarf ég bara að vera heiðarlegur gagnvart sjálfum mér og öðrum. Og heiðarleiki, hann skapar traust líka. Við sem kannski komum úr brotnu umhverfi, við þekkjum það voða vel að treysta ekki neinum. Það er líka ekki bara því að við vorum óheiðarleg, heldur líka það hefur verið brotið á okkur. En ef maður æfir sig í að vera heiðarlegur, þá er það staðreyndi svo að við endurspeglum okkur sjálf í samskiptum við aðra, og ef við einblínum á að vera heiðarleg, að þá sjálfkrafa erum við ekkert að spá í hvað hinn er að gera. Og síðan er bara viðurkenning að við erum oft rosa duglega að finna að. Sástu hvað hann gerði vitlaust þarna, hann sló feilnótu í lóðgjörinu og hann sagði henni ekki alveg rétt orð þarna og beygði það vitlaust eða eitthvað. Sumir eru bara að veiða hvað þú gerir vitlaust. Í stað þess bara að þá fá þeir bara Jobb 13:5. Það þýðir þeir vildu steinþegja að mætti að meta til mannvits. Þar sem að ég fekk þetta, ég get alveg tekið smá aukahlið á þetta. Einu sinni var ég að ferðast með predikurum og hún fannst ég tala of mikið og hann sagði ég með orðtíðin frá Guði, Jobb 13:5, þá fekk ég þetta. En það sem ég ætlaði að segja að miklu betra að einblína sér að því að sjá hvað fólk er að gera vel og fara og hrósa fyrir það og segja rosalega er þetta flott hjá þér og haltu bara áfram. Það er það sem að kærleikurinn gerir. Hann leitar eftir því góða og hann hvetur áfram að gera það áfram. Kærleikurinn, það er sem að eykur kærleikur líka áreiðanleiki. Það er að segja að við þurfum að sýna það að við séum traustsins verð. Að Jesús sagði nei þessi nei og já þessi já. Ef ég segist ætla að gera eitthvað eða vera eitthvað á ákveðnu tímum, þá ger ég það. Það er áreiðanleiki. Síðan í kímnigáfa sem að kannski hefur svolítið með húmor að gera, og sumir halda oft að kristni sé bara leiðilegt og það má ekki neitt og allt bannað, en það er ekki rétt. Ef við erum sköpuð með húmor, þá er Guð pottþétt með húmor líka. Við erum sköpuð í hans mynd. Hann vill að við séum glöð og við séum hamingjusöm, það er hans vilji, og hann vill að við höfum húmor líka. Mér finnst allt í lagi að gera stundum bara grín af sjálfum mér. Ég hef húmor fyrir því. Þannig að húmorinn minn snýr ekki út af það að gera lítur öðrum, heldur gera svolítið grín af sjálfum mér og hafa gaman af lífinu. Þolinmæði, ég hef einhvern tíma sagt að að ég held að ég hef gjörsamlega búin að ná þolinmæðina því ég gat verið með kvemman í fatabúð í 6 klukkutíma og haldið á fötum. En það er bara ekki neitt. Svo kemur þetta með dóttir mína og ég þarf að lifa í óvissu í 13 mánuði. Það var þolinmæði. Þannig að í þessum aðstæðum skildi ég hvað þolinmæði var. Þolinmæði er það að ég sleppi tökunum á því að reyna að stjórna því hvenær hlutinni gerast eða hvernig þið gerast. Þið gerast á þann hátt sem þeir eiga að gerast þegar þeir eiga að gerast. Og eina sem ég geri er að bíða og treysta Guði. Og okkur er sagt að Guð, hann svarar okkur á 3 hátt. Nei, já og bíddu. Okkur finnst leiðilegast að heyra orðið bíddu. En maður þarf að læra það og það er alltaf einhver ástæði fyrir því af hverju maður þarf að vera þolinmóður. Það er ekki nóg að fara bara í fatabúðir. Og síðan er líka frelsi. Þetta er ábyggilega eitt misskildasta orð. Við heyrum íslenskt lag, frelsi er yndislegt, ég gera það sem ég vil. Það er ekki frelsi. Raunverulegt frelsi er að ég þarf ekki að synga. Ég er ekki lengur fjötraður í áfengi og vímuefni, ég er frjáls. Þetta hefur ekki lengur tök á lífi mínu. Ég þarf ekki að ljúga, ég þarf ekki að stela, ég þarf ekki að baktala fólk. Þetta er frelsi. Og síðan er
svolítið hvað það að elska? Það getur hljómað svolítið svona eins og væminn prédikun, en það allt í lagi. Að elska að gefa. Að kærleikurinn hann í rauninni andstæðan við ginn. Þegar við stjórnumst af ginn, að þá gindin þannig að hún tekur og við upplifum tómleika í staðinn. En kærleikurinn þannig að hann gefur. Og það það sem að þegar við erum að gefa af okkur í Guðs ríkinu og hjálpa öðrum, að þá blessa Guð okkur alltaf á ákveðin háttum og fáum að upplifa svona ákveðina vellíðan og lífsfyllingu. Bara eins og það að sita og vita það að vera komin að stað, að hafa fjáröflun til að hjálpa þeim sem minna mega sín, gaf mér fyllingu innra með mér. Ég upplifði velvilja Guðs yfir þessu og velþóknun og mér leið vel. Og það það sem að gerist innra með mér þegar ég gef af mér til að vera öðrum að gagni, mér líður vel. Að elska líka að hlæja, eins og við tala að þurfum að hafa húmor. Þannig að stundum gott bara að rifja eitthvað gamalt upp, gamla góða minningar og hlæja svolítið af því og hafa svolítið gaman. Eða horfa bara á grínmynd og svona ekki ástæðalausu af hverju sagt að hláturinn lengi lífið. Þannig að hláturinn hann hluti af kærleikanum. Guð vill að við séum glöð og ánægð. Síðan annar svolítið skemmtilegu punktur og það að halda barninu sér lifandi og leyfa því að leika sér. Og ég upplifi þetta svolítið sérstaklega með litlu stelpuna mína. Að á sama tíma og ég að sinna henni og leika við henni, þá eins og ég fá að endur upplifa barnæskuna og fá ykkur innri lækningu þar líka. Og svo litla barnið, það eitthvað bara einstakt við börnin. Þau ná að draga eitthvað fram í okkur sem engin annan að gera. Þannig að þegar ég með henni, að þá fær barnið í mér að koma fram. Að því að mér finnst ég ekki vera of fullorðin og of merkilega til að leika við hana að sinninni. Ég bara leik við hana út frá hennar skilningi og það trúi ég sé svolítið líka að hleypa barninu mér fram, að leyfa mig bara að vera þannig. Og síðan annað rosa skemmtilegt sem kærleikurinn gerir líka, að hann hlustar. Við lærum ekkert af því að hlusta bara á okkur sjálf. Þegar ég var að byrja á tólsporafundum þá fekk ég voða lítið út í því, af því að ég settist í sæti þess að ég gat tjáð mig. Áður en ég talaði þá var ég að hugsa hvað ég átti að segja, svo talaði ég og svo fór ég að hugsa hvað ég hefði átt að segja. Þannig að ég hlustaði ekki neitt og fekk ekkert út úr þessu. Það var ekki fyrir en ég fór að hlusta og tengja við það sem aðrir voru að segja, þannig að ég náði að tengja mig sem partur af þeim, það að segja hluti af heildinni og gat talað út frá því. Þannig að núna þegar ég fer á fundi að hlusta ég ákveð aldrei fyrirfram hvað ég ætla að segja. Og það líka svolítið áskorun að hlusta og líka eins og með ráðinn og annað, ég þarf ekkit alltaf að vita allt eða svör völl, það stundum bara nóg að hlusta. Kærleikurinn hann líka virðir samskipti allra. Ég ekki of lélegur í pappír til að eiga samskipti við ykkur eða of góður fyrir eitthvað. Við erum öll jöfn. Ég heldur ryð mér ekki inn í samtal eða samskipti annarra eða að hnýsast í annarra manna samskipti og slúðra eitthvað svoleiðis. Það vanvirðing að gera slíkt. Þannig að ég ber virðingu fyrir þig þegar aðrir að tala saman, ég býð bara rólega þannig að ég er búin að klára og tala svo. Það virðing. Þannig að maður þarf í rauninni að koma jafnt fram við alla, að koma fram við fólk sem jafningja sína í samskipti sínum. Að við erum öll jöfn. Síðan þetta með kærleikan að hann ber virðingu fyrir sjálfum sér. Það að segja, þeir sem kunna að meta gólfmóttu eru þeir sem eru í skítum skóm, en fyrir Guð allir jafn dýrmætir.
Það sem raunin að segja þarna að bera virðingu fyrir sjálfum okkur ef við setjum mörk. Að við séum ekki að láta fólk valta yfir okkur og ekki heldur valta yfir aðra. Það er svona eins og lífsmottó segir lifðu og leyfðu öðrum að lifa. Þannig að ég á að virða þau mörk sem að mér sett í samskiptum við aðra og ég vil einnig að mín mörk séu virt. Og stundum fólk þannig að það vill ekki virða og við erum ekki vond þó að þau fari í fílu. Það er þeirra vandamál. Þannig að þetta snýst bara svolítið líka að læra að standa með sjálfum sér. Guð vill að við séum stöðug, hann vill að við séum ánað, hann vill ekki að við séum að ráðskast með aðra en hann vill ekki heldur að sé traðkað á okkur. Þannig að þarf að vera svolítið balans þarna á milli. Lifðu og leyfðu öðrum að lifa. Síðan annað sem við talum að maður á ekki að einangra sig, það er að segja að maður vex ekki í skugganum. Þess vegna svo talað samskiptin að ég þroskast á því að tala við ykkur og vera í kringum ykkur, þannig næ ég að vaksa. Ég næ ekki að vaksa ef ég inn í herbyggi bara einn með sjálfum mér. Því að rauninni versti félagskapur sem við getum verið í að vera ein með hausnum á okkur. Því að þá getum við farið að pæla eitthvað sem kannski ekki allt í lagi. Síðan svona síðasti punkturinn af þessu að taka ekki vandamál annara inn á sig því að þau gera hlutina bara tvöfalt verri. Svo áðan að vera ekki að hnýsast ofan í annarra manna mál, skipta sér að því sem manni kemur ekki við og gera hlutina ennþá verri, eitthvað svona sápuóperun sem við sjáum mikið í sjónvarpinu, það er alltaf eitthvað drama og væli í gangi. Þannig að það er rauninni bara best að forða sig frá því. Ef að fólk biður mig ráð eða spyr mig álit, það er allt annað mál. En ég fer ekki að skipta mér af annarra manna málum, nema með þessu boðið að gera það. Þetta er svona rauninni bara virðing í samskiptu. Kærleikur hann ber alltaf virðingu. Það er eins og Guð að hann herramaður, hann treður sér aldrei inn í lífið okkar. Hann ekki eins og óvinnurinn. Óvinnurinn reynir að tróða sér allstaðar sem hann getur. En Guð, hann herramaður og hann bíður og hann þröngvaði aldrei til að gera neitt sem hann vildi ekki gera. Síðan punktur að lokum að læra að elska sjálfan sig. Þegar Jesús var spurður, hvert æðsta boðorðið? Hann sagði, elska skaltu drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allir sálið þínu og öllum mætti. Annað þessu líkt, elska skaltu náungan eins og sjálfan þig, á þessu hvílir all lögmálið og spámennir. Og ég var oft með svona spurningu, en ef að ég elska sjálfa mig ekki neitt, hvernig get ég þá elskað aðra? Þannig að ég þarf svolítið að læra að byrja að elska mig. Þetta ekki einhver eigingirni eða eitthvað svona slæmt. Af því að eins og ég sagði áðan, ég endurspegla mig til ykkar. Ef að ég elska mig ekki, hvernig get ég þá elskað ykkur? Og mig langar að gera svolítið nýtt. Ég fengi eitt sjálfboðaliða. Þetta ekki hættulegt. Sem ég vil að gerir að þú horfir á sjálfan þig í speglinum og í augun á sjálfan þér og síðan áttu að endurtaka það sem ég segi og þú þarft ekki að segja það upphátt en þú mátt það. Horfðu á sjálfan og segðu ég elska þig. Þú ert dýrmætur. Þú átt allt gott skilið. Þú ert frábær. Þú ert duglegur. Þú ert aðlaðandi. Þú ert velgefin. Takk. Já, amen. Getum ekki gefið það sem við höfum ekki, það er rétt. En þetta aðferð sem notuð
af sálfræðingum og fleiri til þess að kenna fólki að öðlast sjálfsvirðinguna aftur og læra að þykja vænt sig. Þannig að það svolítið svona áskorun mín allavega þessa viku til ykkar, ekki skipun, bara hvatningu áskorun, að þið talið við sjálf ykkur í speglunum, hvort sem það í hljóði eða upphátt og segið jákvæða hluti og athugið hvort þið finnið mun á ykkur. Amen.